Leið byrjar. Já, komið þið sæl. Það er verilegu kraftur í læðunum sem koma hér upp að landi úr suðvestri og við sjáum hér að við fengum mjög svo kraftugt veður víða land í gær. Súlægð er stödd hér austur af landi og með norðanstreng yfir landinu bæði hvasst víða land og hríðarveður og hríðarviðvaranir í gildi landið norðanvert. En einnig eru góðir strengir sem ganga fjöllum hér vestan til. En næsta lægð er einnig mjög svo öflug. Við sjáum hana hér langt, núna klukkan 18, langt suður af Grænlandi og hún að koma askvaðandi hér upp að landi og veldur hjá okkur snörpum en nokkuð skamunum smelli þá annað kvöld sem að verður bæði hvasst í þessu hjá okkur og hríðarveður víða sunnan og vestan til á landinu. En þetta verður nú ganga svona tiltölulega hratt yfir enga síður, líkt og þetta gerði í gær morgun. En á hitasviðinu þá sjáum við að það er þetta óargæti þessi stóri bóli yfir heimskautasvæði Norður-Ameríku sem að keyra þessar læður upp hérna hjá okkur og þannig verður staðan dálítið á næstunni. Það er ekki fyrir mig losnum við þennan afar kalda loftmassa sem að ástandið fyrir að róast hér og svona útlit fyrir að við fáum allan á nokkrar lægðir til okkar í næstu viku. En á nærsviðinu þá sjáum við að þessar viðvaranir sem eru í gildi núna klukkan 19, hríðarviðvaranir fyrir norðan og svo sjáum við þegar við keyrum hreyfimyndina að þetta hér inn einnig hvassviðrisviðvaranir á Suðausturlandi og Austfjörðum fyrir að framleiða stundir þegar líður á kvöldið og þrýstilinu yfir landinu lægir síðan þegar líður á kvöldu og nóttina, svona tiltölulega veikur hæðarhryggur sem kemur hér yfir landið en hann er það veikur hann heldur ekki neitt á móti næstu lægð og strax hér klukkan 14 er farið að hvessa af suðaustri og fara að grilla í næstu skil hér rétt suðvestur af landi og þau koma þá hér inn á suðvesturhornið þá síðdegis á morgun. Hér er staðan klukkan 14 á morgun eins og við sjáum, það er nú svona tiltölulega stilt veður og frost svona víðast hvar á landinu nema hér allra syðst og bjart veður eða heiðríkja norðan og austantölu landinu en fara að þykna upp hér vestan til. Og við sjáum síðan þá þegar við keyrum hreyfimyndina fyrir næsta sólmingina, við fáum viðvaranir hér inn, fyrsta kemur inn klukkan 17 og þetta er þá hríðarviðvaranir hér á sunnan og vestan til, tökum eftir að það er ekki á Faxaflóa en reyndar er búið að gefa út viðvörun fyrir höfuðborgarsvæðið, þannig að viðbúið að það geti spilst færð á höfuðborgarsvæðinu sem og víðar hér á sunnan og vestanverðu landinu. En skilin ganga eins og áður sagði nokkur hratt yfir og viðvaranir svona detta úr gildi síðla kvölds á morgun og það síðustu detta út 3 leyti þá að fara nótt sunnudags. En þegar komið hér fram miðjan dag á sunnudagina þá er rauninni lægðadraga yfir landinu svona skúra eða éljalofti yfir suður hlutanum, skilin svona leifanar á skilunum en hér rétt norður af landi og hvass norðaustastrengur þar og svo er áttin vestlæg hér með suðurströndinu og getur jafnvel verið nokkuð nærði að slá í storminn og síðan sjáum við þá í framhaldinu þar sem eftir lifir sunnudags að þá er nú svona öllu rólegra hjá okkur og við séum ekki endilega blíðviðri en þá er allan á rólegri tíð þar sem eftir lifir sunnudags og fram á mánudag. Við ætlar að vera éljagangur víða á vestanverðu landinu þá á mánudaginn, hitatölur svona almennt séði nokkrum gráðum yfir núllinu en bjartara veður ef eitthvað er þá fyrir austan og svo er að sjá að næsta lægð komi hér og fara nokkuð hratt yfir á þriðjudaginn en við skulum sjá svona betur hverju framvindu með það. Örtnögt þá yfir til Evrópu og þannig svo hefur nú verið hlýrað á undanfarinu þá í mið-Evrópu. Ég heldur svona lækka hiti þar og svona óstöður í tíð. Skúraleiðingar nokkuð víða ef ekki rigning en það er nú fínasta veður á Ítalíu sem og Íberíuskaga hiti þar í kringum 20 stigin. Og sama á verinu við Kanaríar búið að vera og risjótt tíðin þar undanfarinu en lítur allt mikið betur út og enda síðan hér á Norður-Ameríku að þar er svona látið eða veðrinu fínt veður á stórum svæðum.
En hvað varðar Íslanda þá að gera að fyrir þá sem ætla að vera á ferðin annað kvöld að skoða bæði viðvaranir spár sem og ástand vega sem það gott að vera í dag. Verið þið sæl.